Það myndi náttúrulega bara muna rosalega miklu ef maður fengi bara fjölskylduleyfi og geti hjálpa til heima og bara aðstofa mig með börnin og fengi að vera bara með börnunum sínum og sofa með þeim og gefa þeim ást og umhyggju. Það er rosa sárt og ég tók bara eftir því, það er nú bara held ég svona 2-3 vikur síðan þegar ég var að skoða myndir, kom svona memories á Facebook, þá sá ég alla litlu strákan okkar, hvað þeir hafa elst á svona 2 árum og hvað þeir eru búin að gangi, hann er búin að missa af skólasetningu, útskrift í leikskólum og hann fær ekki að mæta í ammæli til þeirra og ammælin eru fyrir þau, ekki fyrir hann. Það myndi vera, það er þetta svo yndislegt fyrir börnin að fá hann í ammælisveisluna sinna, þetta eru bara lítil börn og gráta oft á kvöldin og vilja pappa sín og svona. Skiljanlega. Það hlýtur að vera óbáslega erfitt. Fyrir mömmu að... Það er bara ótrúlega sárt að orða upp á það. Já. Þú veist, við erum fullorðin og getum þetta en og svo erum náttúrulega líka bara að tala að börn sem eiga feður eða mæður í fangelsi eru bara líklegri til að endi í fangelsi og það væri hægt að koma í veg fyrir það. Til dæmis ef ég í drauma heimi þá myndi ég óska þess að ég færi aldrei með börnum mín í fangelsi en hann kæmi bara í heimsókn og það myndi, þú veist, það eru fullt af börnum sem eiga pappa sem eru bara helgapappar og það gengur vel. Ef hann fengi að koma helgar kannski eða... Já, fengi bara að koma þó það væri ekki nema ein helgi í mánuði og fengi að mæti ammælin þeirra og ammælin þeirra eru óbáslega þungbær. Þeir grátbiði alltaf hvort að með ekki koma og hann fær ekki að koma. Eins og það eru rosalega margir menn á Kvíabryggju og Sogni sem eru hæfir til að vera bara heima hjá sér á Öklabrandi og myndu þurfa bara að mæta og sinna einhverjum skildum. Það væri náttúrulega, það er miklu ódýrara fyrir samfélagið. Já. Sko þegar Margrét Frímanns var, þá var miklu meir í boði fyrir það og það voru sjálfstyrkingarnámskeið og þeir gátu verið að gera miklu meira og svona í garðyrkju og þeir gátu verið, það var bara meira svona gert fyrir það og þá voru þeir líka að vinna úti. Ég veit að bændunir þarna hjá Hrauninu voru að fá einn og einn fanga með sér til að fara á bát og þeir voru að smíða réttir þarna í nærliggjandi sveitabæjum og það var miklu meira að gera fyrir það. Heldur að það hafi bara verið svona framsýni Margrétar Frímannsdóttur að það hafi verið leyft? Já, þeir öllum, allir fangar sem hafa verið bæði í fangelsi og eru í fangelsi, þeir tala alveg óbúslega fallega Margréti Frímanns. Og hún hafi verið með svona mannúðlegri nálgun á þessi mál. Og fór mikið bara og fór inn í herbyggi til þeirra og spjallaði við það og hún var alveg einstaklega góð við það. Og þeim meitir ekki af því? Nei, þeir þurfa ást og umhyggju. 12 ár fyrir svona dóma eru náttúrulega bara grín. Er það ekki svolítið skrítið? Jú, þetta er náttúrulega bara fáránlegt. Þetta eru allt og háir dómar og svo kemur maður og misnotar lítið barn og eyðileggur og það er ekkert barn sem vill láta misnota sig og maðurinn eyðileggur sálina og það er kannski bara alla sína ævi ónýtt. Varanlegur skaði. Já, bara varanlegur skaði og hann fær kannski 3 ár eða skilorðsbundið. Þetta bara meikar engar sens fyrir mér. Svo eru bara dómar á Íslandi bara algjört grín. Ég vil bara líka svona, til dæmis ekki fengi vinnur að því að hann er að því á mann sem er glæpamaður og ég HHÍ leyfði mér ekki að hafa spilakassa á barnum sem ég átti áður en hann kom og ég sé nú ekkert hvort það sé betra að hagnast á fíkniefnum eða spilafíkn, sko, ég sé ekki þar mun. Byrju Haftar til Háskóla Íslands sem á þessa spilakassa. Já. Að synjaði þeir að vera áfram. Þú varst búin að vera með spilakassa og þeir taka það af þér af því að þú ert eiginkona manns sem að fekk refsidóm. Já. Og fékkstu þá skýringu berum orðum? Já, ég er með uppsagnarbréfið eitthvað starf heima, ég á það nú ennþá, en ég man ekki hvort að það stóð nú ekki að því að ég væri gift glæpamanni, en hann sagði mér það þegar ég talaði við hann í síma. Aha. Þannig að ég misti manni minn og ég misti líka tekjur og ég misti bari minn sem ég þótti útrúlega vænt og vann á
og þannig að þú veist, maður missir rosalega mikið